Komið sæl og velkomin á 335. fund bæjarstjórnar Sveitarfélags Hornafjarðar. Ég set hann. Fundinn sitja Tinna Rut Sigurðardóttir, Hjördís Edda Orgeirsdóttir, Þröstur Jóhannsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Gunnar Ásgeirsson, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Elías Tjörfi Halldórsson og Sigurjón Andersson bæjarstjóri. Fundargerð ritar Arndís Lára Kolbrúnardóttir og Tjörfi Óskarsson sér útsetningu. Á dagskrá aðeins eitt mál og það ársreikningur Sveitarfélags Hornafjarðar 2024. En ársreikningur Sveitarfélags Hornafjarðar lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ársreikningurinn hefur fengið kynningu í bæjarráði að viðstöddum fulltrúum úr bæjarstjórn. Bæjarráð samþykkti ársreikninginn og vísaði til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ég ætla þá að byrja Sigurjón Andersson að koma og kynna okkur fyrir okkur þennan ársreikning. Gjörðu svo vel, Sigurjón. Forseti og getu bæjarfulltrúar. Við leggjum hérna fram ársreikning Sveitarfélagsins fyrir árið 2024. Ekstratekjur á árinu numu 4.534.000.000 samkvæmt þessum reikningi fyrir A- og B-hluta og rekstratekjur í A-hluta voru 3.981.000.000 króna. Álagningarhlutfall útsvarsins var 14,97 sem lögbundið hámark og fasteignaskatts 0,41. Lögbundið hámark þar 0,625 með álagi. Eins og þið sjáið þarna þá eru rekstratekjur að aukast talsvert hjá okkur á milli ára. Við sjáum þarna árin 2022, 2023 og 2024 og þegar kemur að rekstragjöldunum að þá voru þau 3.464.000.000 fyrir árið 2024 og hækkuðu talsvert á milli ára en þó ekki jafn mikið og eins og á árunum 2022 til 2023. Niðurstaða ársins, hún mjög jákvæð. A- og B-hluti að skila 756 milljónum króna í afgang. Þetta afar sterk niðurstaða og þar af eru 473 milljónir niðurstaðan í A-hluta. Þetta ekki bara sterk staða svona upp á glærunni þegar við höfum í huga að við höfum ætlað okkur að fara í lántöku á síðasta ári fyrir 450 milljónir króna en við þurftum ekki að ganga á þessa heimild og við erum að fjárfesta fyrir rúmlega 800 milljónir í okkar innviðum og að skila síðan 750 milljónir króna í afgang geysilega sterk staða og það til marks hversu reksturinn hjá okkur gengur vel. Fjárfesting var ögn minni en við höfðum áætlað og það þarna ein tala sem ég sé sem röng hérna uppi. Þetta ekki að vera 580 milljónir króna í A- og B-hluta. Þetta eru 812 milljónir króna sem við fjárfestum í A- og B-hluta. Við höfðum ráðgert talsvert meiri fjárfestingu eins og sést á súlunni vinstra megin á skjánum. En niðurstaðan var rúmar 800 milljónir króna og þetta hefur verið svona svolítið gegnumgangandi hjá okkur að við höfum verið að áætla fjárfestingar en ekki náð að framkvæma alveg eins og við höfum ætlað. En ég vonast til þess að á þessu ári náum við nú að setja það fjármagn í fjárfestingar og vera nær áætluninni heldur en við vorum á síðasta ári. Það vekur athygli þannig að ég vek athygli ykkar á því á súlunni fyrir árið 2024. Það að segja raun fjárfestinga, þar kemur mínustala, 8 milljónir þarna niðri. Þetta vegna þess að við erum að fá fráveitustyrk vegna fjárfestingar í fráveitu sem var í raun á árinu 2023. En við fáum þennan fráveitustyrk inn á árið 2024
og það skekkir í raun myndina. Nú á síðasta ári var engin lántaka hjá sveitarfélaginu og við höfum verið að lækka skuldir allt kjörtímabilið. Við sjáum að það nokkuð brött lækkun í skuldum á milli áranna 2023 og 2024. Meira heldur en svona áætlunum afborganir af langtímalánum gerðu ráð fyrir og þetta skýrist af því að við seldum 18 íbúðir inn í Bríeti fasteignafélag og þeir tóku sem sagt yfir þessar íbúðir og við taka hluta af eða taka þau lán sem eru á þessum íbúðum og síðan fáum við eignarhlut í Bríeti í staðinn. Og ef við skoðum síðan hlutföllin, lánshlutföllin hjá okkur að þá skuldahlutfallið enn að lækka og fjárhagsstaða bæjarsjóðs afar sterk, það 51% í A og B hluta og það eru 4 línur á skjánum. Það að segja að það skuldahlutfall í A hluta sem bláa línan, dökkbláa. Órans litaða línan skuldahlutfall A og B hluta og síðan sjáum við þarna skuldaviðmiðið samkvæmt reglugerð í A og B hluta, græna línan og skuldaviðmið í A hluta, ljósbláa línan. Og við stillum þessu þannig upp að við erum með 150% í ásnum vinstra megin á skjánum en 150% hámarks skuldahlutfall sveitarfélaga samkvæmt lögum og meðal skuldahlutfall sveitarfélaga á árinu 2023 var að mig minnir 100–112%. Og það svona enn til að draga upp gríðarlega sterka stöðu og í raun og veru öfundsverða stöðu sem við erum í hérna í Hornafirði. Nú veltufé lykiltala sem við horfum mjög ákveðið á. Veltufé hefur verið að aukast mikið á kjörtímabilinu og þetta segir okkur til hvaða fjármunir eru til staðar til þess að greiða af lánum og fjárfesta eftir að svona daglegi reksturinn, við erum búin að gera hann upp. Og þarna sést mjög vel svona hvaða getu við höfum til þess að fjárfesta á þess að taka lán. Og sem hlutfall af rekstratekjum þá var veltufé hjá okkur 16,4%. Við höfðum áætlað 16,2%. En árið 2023 var það 16,1% og 14,6% árið 2022. Þannig að þetta líka geysilega ánægjuleg tala sem við höfum þarna. Og reikningurinn almennt séð bara firna sterkur. Nú aðeins í lokinum svona smá samantekt og nokkri punktar að niðurstaða samstæðunar þá 756 milljónir í afgang og í A-hlutanum 473 milljónir. Eiginfjárhlutfallið hjá okkur það 72% sem mjög gott og skuldaviðmiðið 17%. Og í dag eru íbúar orðnir 2757 og þeim hefur fjölgað en það sem gleðilegt hjá okkur að þeim að fjölga samhliða aukinni verðmætasköpun í sveitarfélaginu. Nú við erum að fjárfesta mikið í innviðum hérna hjá okkur og erum í stórum verkefnum núna út í miðri á en sjáum fyrir endan á svona 3 verkefnum sem eru mjög stór. Í fyrsta lagi það nýtt hjúkrunarheimili, þar sem við erum svona á loka partinum af þeirri miklu framkvæmd og það talsverður kostnaður sem þar. Við erum að byggja við leikskólan hjá okkur og við tökum viðbygginguna í notkun innan skamms og síðan eru það breytingarnar á Sindrabæ sem bæði tónskóli Austur-Skaftafellssýslu en líka bara mikið samkomu og menningarhús og það eru glæsilegar
framkvæmdir sem í gangi þar sem mun kosta 400 milljónir og við munum fagna vel í ágúst þegar við opnum nýjan Sindrabæ fyrir samfélaginu. Nú nýtt íþróttahús, það síðan í burðarliðnum hjá okkur, mikill undirbúningur sem hefur verið í því verkefni, mikið vinna en heilmikið eftir, en við vonumst til þess að jarðvegsframkvæmdir geti hafist svona síðari hluta sumars. Síðan erum við í áframhaldandi fráveituframkvæmdum, sveitarfélagið stendur mjög vel hvað það varðar. Við erum á góðum stað á meðan við mjög marga aðra og það mikilvægur áfangi sem hefur gengið undir heitinu áfangi 4B sem núna í svona loka hönnun. Það nýbúið að klára jarðvegsrannsóknir vestan við Nýheima þar sem við munum setja niður brunn og tengja stóra hluta bæjarins þá inn á hreinsivirkið okkar í Óslandi. Fyrstu lóðir í nýju og glæsilegu Hagahverfi, þeim verður úthlutað núna í sumar og það líka mjög ánægjulegt og við finnum fyrir því að það mikill áhugi á þessu svæði og þessum lóðum og meiri áhugi heldur en að ég svona hafði tilfinningu fyrir og það mjög ánægjulegt. Við erum síðan að fjárfesta áfram í okkar öryggisinnviðum. Við náttúrulega keyptum nýlega slökkubíl fyrir 100 milljónir og við erum að kaupa annan, nýjan núna í Öræfi og þar höfum við verið að efla öryggisviðbragði, ekki bara hjá slökkuliðinu, heldur líka með nýjum samningi við björgunarsveitina Kára og síðan erum við með samkomulag það að öryggisviðbragð verði staðsett á vegum Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í sumar og þar sveitarfélagið að taka þátt í því verkefni með því að útvega húsnæði. Svo vil ég nefna líka mjög mikilvægt og skemmtilegt samstarf við íbúaráðin sem þessi bæjarstjórn kom á. Við erum stórt sveitarfélag, við erum mjög víðfeðm og það skiptir okkur máli að röddin í dreifbýlinu hafi skýra línu inn í stjórnunina og stjórnsýsluna og ég vil lýsa mikilli ánægju með starf íbúaráðanna og þar virkilega að koma áherslur og raddir sem við höfum nú þegar geta brugðist við, til dæmis eins og í punktinu sem kemur þarna á eftir íbúaráðanum að við erum að fara að byggja fjölnota íþróttavöll við félagsheimilið okkar Hrollaugssstaði. Við höfum verið að kaupa fullkominn fundabúnað í öll þessi félagsheimili og hann þegar farinn að nýtast mjög vel. Það mikil gróska í starfinu til dæmis bara á Hrollaugsstöðum í kringum ungmennafélagið Vísi, þar sem haldin mót og við hlökkum mikið til þess að vígja nýjan fjölnota íþróttavöll þar mögulega í ágúst. Þau eru bjartsýn í ungmennafélaginu og ætla að hreyfa sér hratt og sveitarfélagið í raun og veru að fjárfesta í samstarfi við ungmennafélagið í þessu. Og svo líka mjög skemmtilegt verkefni þar sem við erum að færa meira líf í Gömlubúð. Gamlabúð elsta húsið okkar og eitt allra glæsilegasta og stendur niðri við bryggju við pakkhúsið. Við vorum í þessari viku að ráða 2 starfsmenn inn í húsið og menningarmiðstöðin í raun og veru mun stjórna húsinu. Þar erum við að ráða markaðs- og viðburðarstjóra ásamt verkefnisstjóra ferðamála og ég veit að þessir aðilar munu virkilega láta finna fyrir sér og það eru mjög skemmtilegar hugmyndir notkun og þróun í húsinu núna á næstu misserum. Við munum náttúrulega reka líka áfram þar upplýsingamiðstöð fyrir ferðafólkið sem sækir okkur heim. Og svo það nýr fljótavegur sem verður tekinn í gagnið í lok þessa árs. Hann mun breyta miklu fyrir okkur. Hann styttir leiðina okkar suður til Reykjavíkur 14,5 kílómetr sem sama vegalengd eins og að keyra frá Krónunni á Selfossi í Bónus í Hveragerði og það bara styttingin. Við losnum við 3 einbreiðar og hættulegar brýr
og þetta verður mikil bragabót. Þar höfum við líka verið að berjast fyrir því að fá hringtorg þar sem að vegurinn tengir Nesjahverfi hingað við þéttbýlið á Höfn. Og við erum búin að fá staðsetningu hringtorgsins samþykkta hjá Skipulagsstofnun og erum að bíða núna eftir umsögn frá Minjastofnun. Við búumst við því að hún verði jákvæð einnig og þá okkur ekkert að vanbúnaði annað en að skrifandi samninga við landeigendur og fara bara í framkvæmdir. Þannig að við erum bjartsýn þar þó að þetta sé ekki ennþá frágengið. Í raun og veru algjör synd að við séum að berjast í þessu núna svona seint á framkvæmdakafla vegarins enda í mínum huga alveg galið að teikna 2 gatnamót þarna. En við erum bara bjartsýn að ná hagfelldri niðurstöðu hvað þetta varðar. Og svo ber að minnast aðeins á fjárfestinguna sem hérna í sjávarútveginum. Hún mjög mikil og hún bæði fjárfesting náttúrulega í búnaði og frystiklefum og uppsjávarvinnslunni hérna á Höfn. Það líka nýtt uppsjávarskip sem að kemur til okkar í lok árs. Og auðvitað vonumst við til þess að þessi fjárfesting geti haldið áfram en ég verð samt að hafa orð á því að ég óttast svona heildar áhrifin af þessum veiðigjöldum sem verið að hækka og áhrifin gætu og verða eflaust þau og við finnum fyrir því náttúrulega strax að svona fjárfestingaviljinn hann og getan aðeins minni, það ákveðin óvissa. En maður verður að vona það besta þegar kemur að þessu. Síðan var metfjöldi ferðamanna sem heimsótt okkur hingað í sveitarfélagið á árinu 2024. Í fyrsta skipti fáum við meira heldur en 1 milljón ferðamanna á Jökulsárlón. Og það ekki ofsögum sagt að það bara nánast uppselt hjá okkur hérna tæpa 300 daga á ári og uppbyggingin í ferðaþjónustunni alveg gríðaleg. Í raun og veru alveg sama hvar litið hvort að við förum út í Öræfi eða hér í þéttbýlið inn í Nes eða í Suðursveitina. Það eru margir aðilar í mikilli uppbyggingu og náttúrulega svo tókum við í notkun nýtt og stórt og glæsilegt hótel á Reynivöllum á síðasta ári sem var mjög ánægilegt og alveg einstök framkvæmd og hvernig tiltókst. Síðan uppbyggingin í Hoffelli þar sem að Bláa lónið ætlar að koma og reisa alveg einstakan segul, baðlón þar sem að þú baðar þig með skriðjökul fyrir framan nefið og þetta verður mikil svona sérstaða sem að þetta baðlón mun hafa og það verður líka reist hótel sem að verður meðal annars með svona það sem að þau segja svona retreat gistingu, gæða gistingu, luxus hótelherbergjum ásamt líka svona þeim sem eru svona venjuleg hótelherbergi ef ég má orða þannig og þau eru einmitt núna að setja aukinn kraft í verkefnið og ég var bara síðast í gær á fundi upp í Hoffelli sem var verið að kynna inn í svona fleiri aðila og öflugra teymi sem að fara í þessa vinnu á næstu misserum. Nú, reikningurinn, við getum verið stolt af þessu reikningi, hann gefur góð fyrirheit og eins og ég sagði að skila hérna tæplega rúmlega 750 milljón króna afgangi af samstæðunni á þess að taka krónaláni mjög eftirsóknarverð staða og fjárfesta samt sem áður fyrir á milli 800 og 900 milljónir og vera í þessum stóru verkefnum. Þetta eitthvað sem að við bara erum mjög stolt af en að samaskapi þá má segja líka að niðurstaða ársins í ár hún litar ekki endilega niðurstöðu þessa árs. Það eru ýmsar kjarasamningshækkanir og ýmislegt sem að koma með meira afgerandi hætti inn á þetta ár, það að segja 2025. En hérna lýkur svona minni yfirferðum ársreikningin okkar fyrir árið 2024. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sigurjón. Þá opna ég hér á umræðu þennan ársreikning. Einhverju sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá legg ég til að ársreikningur 2024 verði vísað til seinni umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem eru þess samþykkir skyndilega skipta merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá ekki meira á dagskrá þessar fundar og þá segi ég honum slitinn. Takk fyrir.